og hann spurði mig hvort ég vildi frekar vera með krabbameinið eða með ME og ég hugsaði mig ekki einu sinni ég bara svaraði strax krabbameinið. The patients are quite isolated in their situation. They quite often stay at home and they are hidden in their homes. You don't get the information about their situation spread in society, and that has also led to an unawareness of the disease. Það allir að kljást við eitthvað og líkamleg einkenni eða andleg einkenni vegna einhverja veikinda ekkert alltaf sýnilega öllum og menn ekkert að bera það á torg sko. Og við verðum bara að vera svona góð í hjartanu og þegar fólk að fást við hlutina að átta okkur á því að við skiljum ekki alltaf allt sem í gangi. Þegar nokkur ár eru liðin frá upphafi kórónuveirufaraldursins sem setti mannlíf á jörðinni rækilegur skorðum, glíma milljónir einstaklinga enn við margvíslegar en misalvarlegar afleiðingar sjúkdómsins sem veiran olli og nefnist COVID-19. Þetta sjúkdómsástand kallast langvinnt COVID, en það getur í mörgum tilfellum leitt til alvarlegs og flókins þreytusjúkdóms. Sjúkdómurinn hefur gengið undir ýmsum nöfnum, svo sem síþreyta eða síþreytufár, en nú oftast kallaður ME, sem skammstöfun á myalgic encephalomyelitis. Einkennin eru mjög fjölbreytt, geta haft áhrif á mörg líffærakerfi og afar einstaklingsbundin. En hefur engin lækning fundist við sjúkdóminum. Þann 16. ágúst 2024 var formlega stofnsett sérstök klíník sem rekin sameiginlega af sjúkrahúsinu á Akureyri og Heilbrigðisstofnun Norðurlands. Hún sinnir fólki með ME-sjúkdóminn eða langvinnt COVID og nefnist Akureyrarklíníkin. Það var engin tilviljun að staðsetningi skyldi hafa verið valin á Akureyri og þetta náttúrulega tilvísun til Akureyrarveikinnar. Akureyrarveikin var stórmerkilegt fyrirbæri. Hún geisaði fyrir meira en 75 ára síðan á Norðurlandi og tók ansi mikið toll og margir þeirra sem fengu Akureyrarveikina náðu sér aldrei eftir hana og voru með síþreytueinkenni alla ævi. Okkur gert að starfa á landsvísu þannig að megnlega viðtölu við sjúklinga fer fram í fjarfundabúnaði. Það er bara gengið ágætlega og okkar hlutverk að styðja við heimilislækna og leiðbeina. Við erum að hjálpa til við greiningu og leiðbeininga til sjúklinga og til lækna og síðast að meðferð. Þessi sjúkdómur tekur ansi mikið toll. Það hafi gerð rannsóknir af því að sjúkdómsbyrðin af ME og long COVID meiri við flesta aðra alvarlega sjúkdóma, svo sem eins og lungnakrabbameina, endastigs, nýrnasjúkdóm. Við veitum ekki endalega tölu á því hvað margir Íslendingar fengu COVID. En það má reikna með því að hafa allavega verið 300.000 manns. Og nú hafa rannsóknir sýnt að 1-5% af fólki sem var COVID-sýkingu situr uppi með langvarandi einkenni. Segjum að sé 1%. Þá erum við að tala um 3.000 manns á Íslandi í dag sem að stríða við langvarandi einkenni COVID. Nú, það má nú segja að það eina góða við COVID-faraldurinn að það varpaði ljósi á þennan torkennilega sjúkdóm sem hefur hingað til verið afar lítill skilningur á. Og að því að við höfum lítið skilning á þessu þá nú kannski auðveldast bara að hunsa þetta og segja þetta sé ekki til. Þetta hafa margir sjúklingar þurft að glíma við að leita til heilbrigðiskerfisins og það var að fá engan skilning. Flest öll smitumst við af veirum á æviskeiði okkar. En af hverju veldur það langunum sjúkdómum hjá sumum en ekki öðrum? As far as we know today, we know that there is genetic factors behind this phenomena, but also environmental impacts that makes us more or less vulnerable to infections. One thing that we have been looking at is reinfections, reoccurring viral infections. And we know that some of our viruses are latently sleeping dormant in our cells, in nerve cells for instance.
And when we are exposed to some stressors, another infection or a trauma, we get a reactivation of those viruses. So that can occur quite frequently, actually. And what we have seen is in our patients, this is occurring more frequent than in healthy individuals. So that could be one of the causes or the reasons for this difference between a healthy individual and a person who is affected by chronic fatigue syndrome or ME. Kórónuveirufaraldurinn virtist margt koma læknavísindunum í opna skjöldu. When it comes to the COVID-19 infection and the pandemic and this post-pandemic situation we have right now, I think no one actually could understand from the beginning what this would lead to. Initial reports that we got in Sweden was that this is nothing serious, it's not going to be affecting many people in the world, it will be a local outbreak in China probably, and then it will blow over. As many other infections that are evolving has its process or natural cause, it stays in a local area. But when we have these outbreaks that reaches a global level as a pandemic, the consequences of it, if we look back in history, could be devastating. We know that big pandemics have killed large populations around the world in history. But the COVID-19 infection was not on the radar, I think, for many of us in the beginning. The type of virus also is maybe not what we would expect to give this long-term consequences for so many individuals. But as it now turns out to become statistically proven large population of patients that are suffering from post-COVID infections and having long-term consequences. I think this is something that has opened our eyes, and now we start also looking into other viral infections that is coming and going, and see if they could maybe explain some of the other post-viral sequelae consequences that other patient cohorts actually are suffering from. Langvinnt COVID á í sinni alvarlegustu mynd margt skylt með ME sjúkdóminum sem hefur verið mikil ráðgáta í læknavísindunum og þar af leiðandi utanveltu í heilbrigðiskerfinu uns COVID-19 kom til sögunar. Eru langvinnt COVID og ME ef til vill sami sjúkdómurinn? When we compare the symptom pictures, we see that there is a very large overlap. They are almost identical when it comes to symptom pictures. Still, we are a bit careful. We don't want to put patients into the same cohort yet because we want to see how the progression of the post-COVID group is evolving. And we also want to see the natural course of the post-COVID group to see recovery rates and so on. But in my personal perspective, I think that we will see that many of the post-COVID group patients will actually transfer into what we call myalgic encephalomyelitis today. In post-COVID group, we have a known agent, known infection. In many of the ME patients, we don't exactly know what the turn-on viral infection is. In many cases, it's Epstein-Barr virus infection. But the similarities when it comes to the consequences for this multi-organ disturbance is telling us that there is very much similarities, and it could even turn out to be identical disorders. En þessi líkindi hafa gjörbreytt afstöðunni til ME sjúkdómsins, ekki síst hvað varðar rannsóknir á orsökum hans. Þetta svona tækifæri sem að vísindasamfélagi hefur gripið vegna þess að þarna vitum við að það var eitthvað sem gerðist sem leiðir til heilsuleysis. Flestir jafna sig af COVID en það ákveðin hluti sem að jafna sig ekki. En þarna erum við í rauninni komið með orsök sem að veldur ME sem að leiðir líkum til þess að ME kannski stafi af veirusýkingu. Rannsóknir á þessu hafa beinst að til dæmis ónæmiskerfinu og
það virðist vera að líkaminn einhvern veginn festist í þessum viðbrögðum sem verða fyrst þegar maður sýkist. Þá fær maður, allir kannast við það, þegar maður fær veirusýking þá fær maður hita á höfuðverk og beinverki og vanlíðan beinlínis og verður bara að fara í rúmið. Og þetta fólk kannski fast þar. Það kannski ekki alltaf með hita en það með þessi einkenni sem að einkenna þetta og rannsóknir hafa sýnt fram á að það sá hluti ónæmiskerfisins sem að veldur þeim einkennum að hann kannski alltaf til staðar. Það eins og að sé ekki stopp. Nú, það eru rannsóknir sem sýna fram á ýmis önnur svona ónæmisfræðileg afbrigði eins og að það hafa fundist ónæmis mótefni gegn ákveðnum viðtökum ósjálfráða taugakerfisins sem skýri kannski þessa dysautonómíu eða truflun á ósjálfráða taugakerfinu sem að veldur því að fólk fær hjartslátt, það missir blóðþrýstinginn, það fær alls konar vandamál sem að tengjast því. Umræða COVID-19 hjá börnum hefur ekki farið mjög hátt, en þau hafa ekki farið varfluta af sjúkdóminum þótt batahorfur þeirra séu almennt betri en hjá fullorðnum. Þegar faraldurinn fer af stað í upphafi að þá voru við og allir mjög uggandi hvernig mun þessi sýking leggjast á börn og það vissi maður auðvitað ekkert fyrirfram þannig að það voru allir í viðbragðsstöðu og einnig líka hvaða meðferðar möguleikar í boði og annað slíkt en síðan kemur fljótlega í ljós að alveg fyrsta árið að þessi veirusýking lagðist miklu vægar á börn heldur en fullorðna. Þannig að þeir sem voru í áhættu fyrir að fá mjög slæman og lífshættulegan sjúkdóm voru miklu frekar aldraðir eða fullorðnir með undirliggjandi áhættu þetta aðra en lítið hjá börnum og meira segja börn sem eru með alvarlega undirliggjandi sjúkdóma virtust fara bara mjög þægilega í gegnum fyrstu sýkingarnar. Þannig að þessi svona ótti okkar í upphafi að hann var ekki á rökum reistur sem betur fyrir. Og síðan eru þessi síðkomnu fylgikvillar af þessari veirusýkingu sem eru margvíslegir og mjög fjölbreyttir og ekki alltaf beint svona samhengi á milli endilega veirusýkingarinnar sjálfar heldur svona önnur einkenni og það sem að flest börn eru á kvarti yfir það eru höfuðverkur, það eru svefntruflanir, það eru einbeitingarskortur, vöðvaverkir sem með hjartsláttartruflanir. Þannig að þetta svona spannar flest kerfi líkamans. Og þetta eru einkenni sem við þekkjum vel frá öðrum sambærilegum veirusýkingum og það sem að svona kannski flestir þekkja til dæmis einkirningssótt sem er svona dæmigert að leggst á unglinga. Þau fá hálsbólgu og hita í einhverja daga en eru síðan í einhverja vikur eða mánuðir hreinlega með svona sambærileg einkenni. Það sem gott í þessu að langflest barnanna sem voru með einkenni sem samrýmast long COVID voru með tiltölulega væg einkenni. Þannig að þrátt fyrir að vera með þessi einkenni þá gátu þau samt sem áður mætt í skólan, sinnt tómstundastarfi eða einhverju leyti og sinnt svona eðlilegu lífi barns að mestu leyti. En svo eru þetta líka í þessum hópi krakkar sem eru með miklu meiri einkenni og eru meiri fötlun sem fylgir þessu og hafa mist út mikið úr skóla og tómstundastarfi og þeirra líf bara algjörlega umbreyst. Og það sem kannski gerir þetta líka svolítið flókið að af því að þarna erum við að tala einkenni sem eru svona ekki kannski mjög vel skilgreind að þá er líka miklu erfiðar að finna einhvers konar meðferð sem að passar við þetta. Þannig að meðferðin hefur svona fyrst og fremst verið
sjúkraþjálfun, það hefur verið verkjameðferð, meðhöndla þá fylgikvilla sem að koma upp sérstaklega, og svona almenn endurhæfing frekar en mjög svona sértæk meðferð. Og það er kannski svolítið það sem að vantar. Síðla árs 2020 greindist Sigurður Ágústsson með alvarlegt krabbamein í beinmerg. Og þá hefst meðferð og ferli sem er svona með því erfiðasta sem maður hefur gengið í gegnum. Fer fyrst í lyfjameðferð og sem endar með háskammtameðferð. Og það var inniliggjandi á sjúkrahúsi og það var virkilega erfitt. Klára það í maí 2021, útskrifast þá af sjúkrahúsi og hélt að þetta væri bara komið og ætlaði bara að fara að jafna mig og fara að vinna aftur og lifa lífinu. Sigurður hafði sloppið við kórónuveiruna á meðan hann tókst á við krabbameinið og greindist fyrst með COVID-19 í janúar 2022 án þess að því fylgdu einhver eftirköst. Greinist svo aftur með COVID í desember sama ár og í framhaldi af því að þá byrjar þetta gríðarlega orkuleysi sem að ég tengdi alltaf einhvern veginn bara við eftirköst eftir krabbameinið. En reyndist svo vera eitthvað allt annað. Ég fer að leita lækna og bara fá hjálp og ég fór í endurhæfingu og til sjúkraþjálfara og ég fór að Reykjalund og ekkert virkaði. Ég var ekkert betri, ég var eiginlega bara verri. Og þá greinist ég með long COVID, svona long COVID/ME. Og það er eitthvað sem hefur haft gríðarlega mikil áhrif á mitt líf. Að þá fer ég bara úr því að vera virkur á heimilinu, geta unnið, eða tíma með fjölskyldunni, þetta bara eitthvað, það þurrkast allt út. Ég fer bara að vera algjör áhorfandi í mínu lífi. Dagurinn hjá mér byrjaði kannski hádegi og var búinn 4:00, því þá bara hafði ég ekki meiri orku. Allan sólarhringinn. Maður sefur illa, ekki orku á daginn og þetta er svo mikið vonleysi. Það eru til alls konar lyf sem er hægt að prófa, ekkert sem að virkar öruggt. Það sem mér hefur fundist hjálpa mér hvað mest er að ég fór í háþrýstimeðferð á Landspítalanum. Þess maður fer inn í þrýstiklefa og rauninni kafar og er með 100% súrefni. Og ég veit ekkert hvað þetta er að gera en þetta hefur hjálpað mér með mínu veikindi. Þó ég sé ekkert orðinn 100% góður. Rétt er að geta þess að þessi meðferð er enn á tilraunastigi og árangur misjafn. En það á einnig við ýmsar þær meðferðir sem reyndar eru í dag við ME-sjúkdóminum. Eftir að hafa farið í þessa súrefnismeðferð að þá hefur daginn lengt hjá mér og hann Friðbjörn spyr mann gjarnan svona hvert er orkustigið, þá maður segir prósentum frá 0 upp í 100. Og ég upplifði mig alltaf í bara 10, 15, 20% á góðum dögum hérna áður fyrr. Eftir ég fór í þessa meðferð í þessum háþrýstiklefa þá hefur þetta farið upp í 40-50% orku, myndi ég segja. Sem er gríðarlega mikil breyting. Og bara það að geta verið virkur inn á heimilinu að skjótast út í búð og skutla krökkunum eða geta aðstoða foreldra sína eða eitthvað svoleiðis. Það gefur mér rosalega mikið. Og það er svona svolítið staðan í dag. Ég get svona tekið meiri þátt í lífinu þó mann langi alltaf í meira. Ég vil geta farið að vinna aftur og vera að reka sitt eigið fyrirtæki og þá er það náttúrulega draumurinn. Það sem er svona kannski ólíkast við það hvernig ég gekk í gegnum það að vera með krabbamein eða greinast með ME eða long COVID er að ég hef alltaf verið mjög aktífur, ég hef alltaf unnið mjög mikið og verið hjálpsamur og bara verið mjög virkur í lífinu. Þegar ég greinist með krabbamein eða með mergæxli þá var það bara verkefni. Ég komst að í lyfjameðferðina miklu fyrir heldur en ég átti að gerast heldur en því ég vildi bara byrja strax. Komst í gegnum háskammtameðferðina á mettíma og þetta var bara verkefni sem ég var að klára.
En hins vegar með ME að þá var svolítið langur tími þar sem að ég bara sá einhvern veginn ekki til sólar, sko. Það lagðist líka á mann andlega og á tímabili upplifði ég nánast algjört vonleysi og það var eiginlega áður en að ég greinist endanlega með þennan sjúkdóm. Ég var búinn að vera að ganga til lækna og það fann enginn hvað var að og það er langversta tímabilið. Það settist mikið á sálina mér. Það er annað sem er ólíkt að vera með krabbameinið eða vera með ME að ég var ekkert feiminn að segja neinum frá því að ég væri með krabbamein og fólk sá að ég var sköllóttur og þá voru allir tilbúin að taka tillit til þess. En ég upplifði skömm af því að vera með ME eða long COVID og bara ennþá þetta í dag á ég erfitt með að segja fólki frá því að því ég upplifi að eins og fólk trúi mér ekki. En það hafa samt aldrei verið viðbrögðin kannski hjá öðrum en það er meira eitthvað bara hjá mér. Af því að ég, þessi einstaklingur sem hefur verið svona virkur, er allt í einu ég upplifði mig bara latan á tímabili. ME og long COVID er náttúrulega fjölskyldu sjúkdómur. Því að þó ég sé veiki einstaklingurinn, að þá hefur þetta gríðarleg áhrif á mitt nánasta fólk. Þetta breytir dýnamíkinni á milli mín og konunar að hún sé allt inni farin að sjá verkefni sem að ég hafði alltaf séð og ekki lætur það manni líða betur, sko. En svona maður þurfti svolítið að taka þetta í sátt að þurfa að biðja hjálp þó að mér reynist það ennþá gríðarlega erfitt. Víðir Reynisson greindist með COVID-19 eftir sýnatöku í lok nóvember 2020. Fann ekkert fyrir því fyrsta daginn og annan daginn þá fæ ég hita og svona þriðja, fjórða daginn þá er ég alveg hundlasinn og er það í nokkra daga. Svo finnst mér ég vera svona að koma tilbaka og svona vera að minnka og þá er eins og ég sé bara fleygt inn í þvottavél eða næstu dagar og eftir þá var ég bara með mjög mikinn hita og var svona hálfmeðvitundarlaus eða þannig og bara svaf og lendi þá meðal hans í því að drekka ekki nógu mikið og þorna upp og er ennþá bara talsvert mikinn hita og með mjög mikinn hósta og kallaði þá inn í skoðun og er þá orðið mjög þurr og þarf að fá vökva og fer í myndatöku og sést þá að það er eitthvað í lungunum sem að svona COVID-lungu eins og voru kölluð og þetta tók bara nokkra vikur þangað til að ég var útskrifaður þar sé að talið að ég var ekki lengur smitandi þannig að ég fór bara í vinnuna og var ekki búin að vera marga dag í vinnunni þegar að Már Kristjánsson læknir hringir bara í mig og segir heyrðu, ég er búin að horfa á því í viðtali í sjónvarpinu og þú átt ekkert að vera í vinnu, sko. Það er eitthvað, þú ert ekkert orðinn góður, sko. Þú verður bara heima og verður heima. Og ég fann það þá, sko, að þú veist, það var ekkert þrek, það bara vottaði ekki fyrir því og ég gat ekki labbað bara út í bíla og það verið að laga móður og eitthvað þannig að ég fór lítið þessu og fór heim í einhvern smá tíma, það var ekki langur tími samt, einhverjir, kannski þetta verið 2 vikur, eitthvað svoleiðis sem að ég var, þá ætlaði að ströggla aftur og mæti vinnuna, það fór að koma svona hlutir meira þá sem að voru svona öðruvísi, það er að segja, þessi heilaþoka til dæmis sem að mikið talaði, ég fann alveg fyrir henni svona þegar ég var mest veikur og skrifaði bara það væri svona mikill hiti og allt þetta, en svo fór þetta ágerast bara og þetta var svona lengi vel það sem að háði mig mest, svona fram á vorið 21 og þá var þetta svona einkennið sem ég var að baksa með að mun ekki neitt og fólk sem ég þekkti vel, ég myndi ekkert hvað það hét, var að hitta fólk og ég þurfti bara að fletta upp og reyna átt að með hvað heitir hann eftir þessi. Þannig gekk það hjá Víðu allangt skeið og smám saman var ljóst að hann var kominn með langvinnt COVID. Síðan er það ársbyrjun 23 að þá bara byrja ég að vera einn daginn bara köfar og það gerist bara meira og meira og þannig að ég fæ tíma hjá lúnalækni og hann skoða mig og þá er ég bara komið með lúnabólgu og þurfti að fara á lyf út af því og var verið að vinna með það ná því svona niður
og fór jafnframt í frekari rannsóknir og þá kom í ljós að mótefnakerfið í líkamanum var bara hrunið. Ég var bara ekki að framleiða mótefni og einhvern veginn bara allt var á niðurleið í þessu og svona skrokkurinn einhvern veginn bara orðin frekar illa farinn. Þannig að það er ákveðið að setja mig á lyf við því, svona indælningalyf sem ég fer í einu sinni í mánuði og er ennþá að taka það og það sem ég fæ efni sem að hjálpa mér að svona vinna á móti þessu, sýkingum og öðru slíku og það er að virka. Og það var líka ákveðið ég færi í myndi sækjum að komast á Reykjalund og ég fer þar í sumarið 23 fer ég þar í mat og skoðaður og rannsakaður og það er komast að því að það sé full ástæða til þess að taka mig inn í svona COVID-program sem þeir eru með og sem sagt höstið 23 fer ég í 6 vikur á Reykjalundi. Það sem er bara unnið með þetta hverjum einasta degi að reyna að koma með einhvern veginn í lag og það var bæði mikið unnið þetta með þetta líkamlega en líka andlegu hlutina og svona að reyna að hjálpa manni með það var hann í sálfræðitímum og í hóptímum og sem að maður átti að segja á því að sálarteldri var orðið kannski miklu meira skatta heldur en maður hefði átt að segja á og svona maður var langt niðri og bara orðið þunglindur af þessu allir saman líka sko. Þannig að dvölin þar hjálpaði mér mjög mikið og síðan var ég að reyna að vinna áfram með það en er í þannig vinnu að það er mikið álag á mann og svona þannig að þetta er svona orðið sveiflukendara í dag það eru svona dagar og vikur þar sem ég bara er ágætur sko svo koma þessi tímar á milli þar sem bara eftir svona venjulegan vinnudag koma hérna heim kannski 5-leytið að ef ég ætla að reyna að gera eitthvað meira þann daginn þá þurfti ég bara að leggjast upp í sófa og sofa í 1-2 tíma til þess að geta eitthvað gert sko. En ég bind vonum við það að sem sagt með því að passa upp á sjálfa mig með því að hugsa hvað ég get gert til þess að halda áfram að hreyfa mig og halda áfram virkninni og hugsa bæði líkamlegu og andlegu hliðina, þjálfa minnið með svona ýmsum, ég nota sudoku til þess að reyna að þjálfa svona minnið og reyna að vinna með það að þá takist mér á endanum að sveiflunar verði þannig að þetta séu örfáskipta ári sem maður finna eitthvað fyrir þessu og þetta byggir þetta í óa mikið á að maður sko hlýði því sem að manni var kennt á Reykjalundi og fylgi þeim leiðbeiningu sem maður að fá frá þessu frábæra heilbrigðisstarfsfólki sem hefur verið að halda utan um mann að þá við líði lengra og lengra á milli og þetta trufli mig minna og minna maður verður að trúa því bara, það er bara þannig að maður getur ekki setið og gert ekki neitt, maður verður að trúa því að þetta lagist. Bólusetningar eru helsta vörn læknavísindana gegn veirusýkingum og það bil ári eftir að faraldurinn brast á komu loksins fram bóluefni gegn kórónuveirunni. Svo kom bólusetningin sem hjálpaði gríðarlega mikið eru allir sammála það að hún hefur hjálpað við að gera sjúkdóminn vægara þó að hún hefur ekkert bjarga fólk við að sýkjast af kórónuveirunni þá sjáum við samt ekki lengur þessi slæmu tilfelli eins og í byrjun faraldursins þar sem fólk lagðist inn á spítala og á kjörgæslu og jafnvel dó út af sjúkdómnum. Það sem betur fer ekki lengur tilfelli. Núna kórónuveirusýkingin eða ef fólk fær COVID-19 þá það yfirleitt eins og venjuleg flensa. En samt þó að sýkingin sjálf ekkert það slæm útilokar það ekki að fólk fær langtíma afleiðingar og svo það bólusetningin sjálf sem líka kveikir á ónæmiskerfi. Það tilgangur bólusetningarinnar að ónæmiskerfi myndar svar og hjá sumum einstaklingum virðist vera svarið það mikið að fólk getur líka fengið eftirstöðva eftir bólusetningunni. Við vitum ekki tölur það og ég held að almenn samstaða og að bólusetningin gerir margfalt meiri gagn heldur en skaða en við megum ekki gleyma að við sjáum líka fólk sem veiktist eftir þau hafa fengið bólusetninguna. Langvinnt COVID og MS-sjúkdómurinn kalla á nýja nálgun og ný úrræði fyrir einstaklinga sem glíma við þessa sjúkdóma.
Ég lendi mjög mikið í því að fá til mér einstaklinga sem eru einmitt búin að ganga læknanna á milli, hafa ekki fengið neitt skilning frá heilbrigðiskerfinu og heldur ekki félagsmálakerfinu. Því að þessi sjúkdómur þýðir ekki bara heilbrigðiskerfið. Þetta líka, fer líka inn á félagsmálakerfið okkar. Því að við erum að tala þennan sjúkdóm, það mikið óvinnufærni þegar fólk fær langvarandi eftirstöðvar og alvarlegar eftirstöðvarsýkinga. Þannig að það upplifir rosalega mikið sem byrði og finnst það reynir kannski meira en það ætti að gera, að reynir meira að vinna en það ætti að gera. Þá erum við að tala þessa versnun sem getur átt sér stað, sem þýðir það að fólk á þá ennþá lengri land með að ná heilsunni eða ná einhvers konar starfsgetu á ný. Við þurfum kannski að hugsa ákveðin úrræði upp á nýtt. Við erum með ákveðin úrræði í dag. Við erum með starfsendurhæfingar sem kannski ekki að henta þessum hóp. Og það það sem kannski svolítið mikilvægt, bara við sem samfélag, að við endurskoðum það og finnum út hvað hentar fyrir þetta fólk. Þetta mjög einstaklingsbundin sjúkdómur, eða sjúkdómseinkenni sem koma fram. Og þar af leiðandi þetta fólk sem passar ekki í einhvern ramma sem við höfum sett, sem kerfið okkar hefur sett og úrræðin sem við höfum í dag hafa sett. Við þurfum svolítið að aðlaga úrræðum og við þurfum að aðra sjúkdómsmeðferðum að þessum skjólstæðingum, þessum sjúklingahópi, svo við náum árangri. Af því að þetta að fara að hafa mikil áhrif á framtíðina. Þetta að fara mikil áhrif á vinnumarkaðin okkar í framtíðinni og við erum að sjá fram á að það eru einstaklingar, margir einstaklingar, mun fleiri held ég en við höldum, sem að enda annarkvort óvinnufærir eða óvinnufærir að hluta. Sem fyrr segir hefur COVID-19 opnað augu vísindasamfélagsins og margra stjórnvalda fyrir alvarlegum afleiðingum veirusýkinga og vaxandi áhersla lögð á rannsóknir í leitina að lækningu á langvinnu COVID og ME sjúkdóminum. And research is depending on support and funding. And today I would say the funding situation is slightly improving for the field, but it's still very, very underestimated and unlimited in its fashion. When it comes to comparing the funding situation for different research fields in disorders, we could take, for instance, multiple sclerosis as an example. And if we compare multiple sclerosis with myalgic encephalomyelitis, ME, we know that the incidence of ME is twice as high as for multiple sclerosis. A lot of money has been spent on the research of multiple sclerosis, and the treatment trials has been going on for quite a while on multiple sclerosis patients. And we now know very much what is the reason for multiple sclerosis, what is the autoimmunity activation that we see, and that has also led to a number of different treatments. And multiple sclerosis is maybe one of the few neurological diseases where we actually today have a treatment that we could call a cure. So by using stem cell therapy, for instance, we know that we can actually cure MS patients if we catch them at the right time point. So this is something we would like to see in ME field. Enough resources for research, enough researchers involved around the world, and also that would lead us to clinical trials and hopefully treatments and a cure for this disease. Nú sjáum við það að COVID-faraldurinn, hann að dvína. Fólk minna og minna veikt sem fær COVID-sýkingar. En hvað það? Veirusýkingar eiga áfram eftir að herja á okkur. Og það eiga eftir að koma aðri faraldarar. Og þeir munu valda einkennum eins og ME sjúkdómur, nákvæmlega eins og COVID gerði. Þess vegna svo mikilvægt að við fáum betri skilning á þessum sjúkdómi, fáum skilning á meingerðinni til þess að geta komið með lækning á þessu sjúkdómi. Það alveg ljóst að það þarf að auka mjög þekkingu á þessum langvinnu sjúkdómum og einkennum og í rauninni merkilegt að ekki hafi meira áunnist á þeim 75 árum sem eru liðin frá því að Akureyrarveikin stakk sér niður.
En þá einmitt svo mikilvægt að sýna auðmýkt gagnvart nýjum sjúkdómum, að gera sig grein fyrir að við vitum ekki allt og oft vitum við ekki hvað við vitum ekki. Þannig að við þurfum að vera á tánum og afla þekkingar og þar til hún liggur fyrir þá þurfum við að sjálfsögðu að sýna sjúklingum nærgætni og við þurfum að trúa þeim og gera allt sem við getum til að lina þeirra einkenni og gera það sem þarf fyrir þá. Því að hugsið ykkur það að vera svona langt leiddur af alvarlegum einkennum eins og síþreytu og að þú færð ekki áheyrn eða þá þjónustu sem þú þarft á að halda. Það þetta óásættanlegt, þannig að við þurfum að umfram allt að sýna auðmýkt, hlusta og trúa skjólstæðingum okkar.